Nú ætlum við að skoða laun og tekjuskatt örlítið nánar. Ef við miðum við laun upp á 390.000, þá reiknum við þetta svona. Brúttólögn eru heildarlaun, þannig að það eru launin sem að viðkomandi er með. Iðgjald í lífeyrissjóð er pínu breytilegt en algengast er að það sé 4%. Þá þurfum við að finna hvað 4% er af þessu, það er 15.600. Það gerum við með því að margfalda 390.000 sinnum 0,04. Drögum þetta frá og þá fáum við skattstofnin sem er 374.400 sem er þá skattstofnin. Skatturinn er pínlítið flókinn. Þetta myndband er gert árið 2020. Þá eru reglurnar þannig að fyrir fyrstu 336.916 krónur borgar maður 35,4% skatt. Þannig að þá þarf ég að reikna af 336.916 og margfalda það með 0,3504 og þá fæ ég að skatturinn af því er 118.055 krónur. En ég þarf líka að reikna að fyrir næstu tekjur, þar að segja fyrir ofan 336.916 og alveg upp í 945.873, þá þarf ég að borga 37,19% skatt. En nú þarf ég að taka skattstofnin, draga 336.916 frá og sjá hvað er eftir. Og það eru 37.484. Svo ger ég 0,3719 sinnum sú tala til þess að finna skattinn fyrir þennan hluta. Og það er 13.940. Legg þetta saman. Þetta gerir svo mikið sem 131.995. Síðan þarf ég að draga frá þessu persónuafsláttinn. Persónuafslátturinn er afsláttur af skatti, þannig er þetta afsláttur sem hver persóna fær. Og í hverju mánuði, og hér erum við að miða við mánaðarlaun, er persónuafslátturinn 54.628 var það á þessu ári. Og ef ég dreg það síðan frá, þá á þessi aðili að borga 77.367 krónur í skatt. Þá þarf ég að draga það frá skattstofninum sem er 374.000. Þá fæ ég 297.033 krónur. Síðan þarf ég að draga stéttarfélagsgjaldið frá sem er 1% yfirleitt. Getur verið meira. Það eru 3.900 og það er 1% af upphaflegu tölunum minni, brúttólögnunum. Þannig að það sem að nettólögnin eru á þessum einstakling, sem er það sem maður fær í raun útborgað, er 293.133 krónur. En þið sjáu, það skiptir gríðarlega miklu máli að setja þetta skipulega upp. Brúttólögn Sigga eru 490.000. Hérna þarf ég að taka fyrsta skattþrepimunni 336.916, svipað vorum að gera á hann, sinnum 0,3504.
Í þetta skattþrep borgar hann 118.055 krónur. Þá eftir 153.084 krónur sem 0,379, 37,19% skattur í næsta þrepi. Það eru 56.932. Þetta gerir samtals 174.987. Síðan drögum við persónuafsláttinn frá 54.628 og þá hann að borga afganginn í skatt sem eru 120.359. Hér ég bara að einfalda þetta aðeins. Ég tók ekki lífeyrissjóðinn frá í upphafi, en í raun á ég að gera það. Ég í raun bara hér að sýna ykkur hvernig ég reikna skattinn og ekkert annað. Bara til þess að einfalda þessa skattaútreikninga örlítið því að þetta var pínu flókið af náðan. En það í raun það sem við þurfum alltaf að gera. Siggi vinnur í bónus, hann fær 1600 á tíman þegar hann í kerrunum en 1800 á tíman þegar hann í mjólkurkælunum. Eitt ári vinnur hann 360 tíma í kerrunum og 170 tíma í mjólkurkælunum. Hann fekk 10,17% í orlofsgreiðslur. Hvað fekk hann mikið í orlof? Orlofsgreiðslur eitthvað sem maður fær borgað ef maður tekur ekki út sumarfrí í vinnunni. Ef ég á sumarfrí, fæ orlof á launum, þá koma ekki orlofsgreiðslur ofan á launin nema yfirleitt yfirvinnu. En ef ég fæ ekkert sumarfrí, þá eru orlofsgreiðslunar í raun hugsaðar sem launin mín í orlofinu eða sumarfríinu. Og hér þurfum við fyrst að komast að því hvað fékk hann mikið í laun. Þá þurfum við að gera tímakaupið í kerrunum sinnum tímafjöldin, sinnum 360. Þetta samtals 576.000 yfir árið. Og í mjólkurkælunum fekk hann 800 krónur á tíman sinnum 170 tímar. Fyrir það fekk hann 306.000. Leggjum þetta saman. Þetta 882.000 og svo gerum við bara sinnum orlofsprósentan sem 10,17% eða þá sinnum 0,1017 og það eru 89.699 sem eru lagt inn á reikning og maður fær þetta orlofsfé borgað eftir árið alltaf í kringum 10. maí. Þá koma þessar orlofsgreiðslur geymdar inn í banka því að þetta reiknað í raun í hverju mánuði fyrir sig en ekki svona verið heilt ár eins og ég að gera hér. En hann myndi fá rétt tæpar 90.000 krónur í orlof.